Komið sæl. Fyrir hönd RIK og Jafnréttisskólans býð ég ykkur, bæði sem hér sitið og þau sem fylgjast með í streymi. Velkomin á þriðja fyrirlestur hádegisfyrirlestarraðarinnar Hinsegin Ísland í alþjóðlegu samhengi á vormisseri 2022. Erindið í dag ber heitið Replasera kvenfólkið með litlum sætum strákum, Megas, hinsegileiki og friðhelgi listamannsins. Ég heiti Ásta Kristín Benediktsdóttir og er fundarstjóri hér í dag. Fyrirlesari dagsins er Þorsteinn Vilhjálmsson. Þorsteinn er doktorsnemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Doktorsverkefni hans er á sviði hinsegin sögu og fjallar skilyrta innlimun samkynhneigðra fyrirmynda borgara í íslensku þjóðina á árunum 1990 til 2010. Þorsteinn starfaði áður sem sjálfstætt starfandi fræðimaður við Reykjavíkurakademíuna og hefur gefið út nokkurn fjölda greina á sviði sviði sögu kynverundar. Fyrirkomulagið verður þannig að Þorsteinn flytur erindi, síðan tökum við spurningar í lokin. Þannig að ég hvet ykkur til þess að safna hugmyndum að spurningu fyrir í kollinum og meðan fyrirlestrinum stendur og svo ræðum við saman öll þegar Þorsteinn hefur lokið máli sínu. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Bestu þakkir. Og takk fyrir að mæta svona mörg í eigin persónu. Það er dásamlega gaman að það skulle vera mögulegt yfirleitt þessa dagana. Í nóvember síðastliðnum birtist viðtal í Stundinni við Bergþóru Einarsdóttur þar sem hún bar tónlistarmanninn Megas þungum sökum kynferðislegt ofbeldi. Í kjölfarið gaus upp forvitnileg umræða Megas á vettvangi íslenskrar þjóðfélagsumræðu, Facebook, þar sem margir netverjar virtust verið í uppgjöri með eigin túlkanir á og minningar tónlist hans og ævi. Margir lýstu því yfir að þeir hefðu lengi vitað að eitthvað væri bogið við Megas. Hann væri ógeðslegur, með drafandi rödd, það væri eitthvað óhreint yfir manninum. Hann hefði aldrei farið í felur með að vera ræsisrotta og dónakall. Hann væri lifandi listaverki ljótleika og hans arfleið er að sýna okkur hið vonda. En einnig vottaði á annarri áherslu í þessari umræðu. Sumir héldu því fram að það væri ekki hægt að trúa frásögn Bergþóru, því eins og allir vissu væri Megas hommi, eða nánar tiltekið, hann hefði verið í spástrákunum. Sem heimild fyrir þessu vísuðu margir á 2 lög eftir Megas, Litli sætir strákar og Fílahirðirinn frá Súrín, sem er reyndar skolast til í minningum kommentara og er talið fjallað úlvalda hirði frá Súrik. Í síðanefnda laginu var fjallað ungan dreng í Indlandi, myndi einn kommentara, og var eins og hann hefði átt í ástarsambandi við barnið. Annar sagði að lagið fjallaði Indverjastrákinn sem Megas flutti inn til Íslands 14 ára að mig minnir. Annar fullyrti að það vissu allir af útlenska stráknum sem Megas misnotaði trekk í trekk. Þó klikti einn út með að Megas ætti líka dásamleg lög og texta eins og 2 stjörnur. Það kæmi þeim kommentara líklega óþægilega óvart að lagið Fílahirðin fjallar einmitt sama dreng og 2 stjörnur. Fílahirðirinn frá Súrín, Litli sætir strákar og 2 stjörnur eru lykilverk í höfundaferli Megasar. Lögin kom út á plötunum Loftmynd frá árinu 1987 og Bláir draumar frá 1988 sem var gefin út í samstarfi við Bubba Morthens. Þetta eru 2 best seldu plötur Megasar. Inn á milli þeirra kom út önnur minna seld en jafnvel metnaðarfyllri plata, Höfuðlausnir frá 1988, sem er augljóslega þematískt tengd hinum 2. Það má líta á þessar plötur sem þríleik sem er innblásin af nokkrum þáttum í lífi listamannsins. Fyrir það fyrsta var Megas edrú á þessum tíma sem hafði ýmiss konar áhrif á yrkisefni hans og stíl. Í öðru lagi hafði Megas breytt sínum kynferðislega sjálfskilningi, farið í gegnum endurfæðingu eins og hann orðaði það sjálfur. Sú endurfæðing stóð í nánum tengslum við fyrstu ferð hans til Tælands, ekki Indlands, nota bene, árið 1987, þar sem hann varð fyrir miklum áhrifum, ekki hvað síst út af sambandi sem hann hóf þar við ungan dreng og varð honum skáldlegur innblástur. Það hefur verið undarlega lítið fjallað þetta í íslensku menningarumræðu, en það felast í þessu nokkrar fréttir. Í fyrsta lagi, að Megas er hinsegin listamaður, í merkingunni listamaður sem stundar, fjallar og setur á svið kynferðislegar hneigðir, langanir og gjörðir sem ganga í berhögg við hið normatíva í samfélagi sínu. Vert er að taka fram að þessi merking orðsins hinsegin er hin fræðilega merking, sem er ólík hinni almennu merkingu þar sem hinsegin er notað einfaldlega sem reglífarheiti yfir samkynhneigð, tvíkynhneigð, trans og svo framvegis. Það er þær kynhneigðir og kynverundir sem samfélagið hefur samþykkt sem kategóriur og ganga yfirleitt út frá jafningjasamböndum fólks á svipuðum aldri og í svipaðri stöðu.
Eins og verður með skýrt í fyrirlestrinum á sáskilningur og hinsegin ekki endilega við Megas. Nú í öðru lagi vekur þetta upp spurningar áhrif orientalisma á íslenska dægurtónlist. En Tæland birtist í þríleiknum í gegnum skýrar orientalískar fantasíur land hins framandi hinseginleika. Í þriðja lagi vakna spurningar friðhelgi listamannsins gagnvart kynferðislegum normum samfélagsins. Ekki aðeins hvað varðar kynhneigð, heldur hvað varðar aldursmun milli aðila í kynferðislegu sambandi. Í fjórða lagi vekja viðbrögð eða viðbragðsleysi íslensks samfélags við þessum verkum upp spurningar sögulega þróun hins normatífa í kynferðismálum á Íslandi og hvert hið kynferðislega norm nákvæmlega var hérlendis undir lok 9. áratugarins. Í þessum fyrirlestri mun ég þannig benda á það sem allt of sjaldan hefur verið minnst á í umfjöllun Megas, að hann var og hinsegin listamaður, að tónlist hans á þessum mikilvæga tímabili verður aðeins skilin með tilliti til þeirra staðreyndar og að þetta hafi mætt undarlegri og mótsagnarkenndri þögn á Íslandi, þögn sem ég vil gera tilraun til þess að orðræðu greina hér í dag. Umfjöllunarefni Tælands þríleiks Megasar var augljóst og hrópað ofan af hústökum, en á sama tíma eins og hrópin hafa aldrei heyrst nema í einhverju undarlegri bjagaðri mynd. Og það hefur aldrei hlotið raunverulega umræðu nema kannski á þennan ruglingslega hátt í kommentakerfinu eftir viðtalið við Bergþóru Einarsdóttur. Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrirverandi alþingismaður, skrifaði í þeim umræðum að Megas hefði leynst í ljósinu. En Megas leyndi aldrei neinu, heldur þvert á móti. Það eru hlustendur hans sem hafa leynt innihaldi listar Megasar fyrir sér sjálfum. Undarlegt ferli sem ég hyggst reyna að afbyggja hér í dag. Slík afbygging orðin möguleg, einkum út af því að nýlega var birt upptaka af viðtali við Megas sem tekið var árið 2005 í tengslum við heimildaþættina Svona fólk, en ekki notað í þáttunum. Viðtalið má finna á vefsíðu þáttana svonafólk.is. Nýnæmi þess hversu hreinskilnislega Megas tjáir sig hinseginleika sinn og veitir þannig mikilvæga innsýn inn í sköpun Tælands þríleiksins og raunar á ævi sína og feril í heild sinni. Þannig hægt að byggja upp nýja mynd af Megasi sem hinsegin listamanni, af Tælands þríleiknum og af íslensku samfélagi á 9. áratugnum almennt. Í Svona fólk viðtalinu rekur Megas sína persónulegu hinsegin sögu. Hann byrjar á að tala þegar hann lék kvenhlutverki leikritið þegar hann var í MR og heyrði svo á tal vinar síns eftir sýninguna sem dáðist að fegurð stúlkunnar á sviðinu án þess að hafa átt að sjá því hver hefði verið þar á ferð. Megas lýsir ánægjunu sem hann fann fyrir við að hafa sloppið á þennan hátt í kvenhlutverkinu. Næst talar hann hvernig hann fór á menntaskólaárunum að drekka með hópi eldri hinsegin karlmanna á Hótel Borg með rithöfundinn Elías Mar fremstan í flokki og hvernig hann, ungur og áhugasamur, hefði verið í hlutverki fallegrar plöntu sem þeim hefði þótt gott að hafa í kringum sig. Ekki segist hann þó hafa laðast mikið að kynferðislega og ekki heldur að þeir hafi mikið reynt við sig, fyrir utan einn koss frá Elíasi Mar, en áherslan frekar á þá ánægju sem hann fékk úr því að láta kaupa fyrir sig drykki og njóta aðdáunar mannanna. Þá hverfur Megas aftur í tíma og ræður Kidda Sódó, svokallaða, bóksala á Frakkastíg á uppvaxtarárum Megasar sem var jafnframt alræmdur fyrir barnagyðnd. Megas sótti í búðina hans og hrekti hann ásamt vinum sínum en lýsir jafnframt ákveðinu væntumþykju í hans garð sem síðar skilaði sér í lagi honum til heiðurs á plötunni Loftmynd, en meira það síðar. Það eftirtektarvert að Megas talar almennt Kidda sem homma. Það hann lítur ekki svo á, eins og okkur gjarnt að gera í dag, að kynferðislegur áhugi á börnum sé samkynhneigð óviðkomandi. Ekki gerir hann heldur neina athugasemd við áhuga karlana á borginni á sér, þótt að aldursmunurinn hafi verið mikill. Menntaskólaárin voru ekki aðeins tími uppgötvana á kynferðissviðinu, heldur líka tími listrænnar vakningar. Í MR fór Megas að skrifa ljóð og semja lög og fann listamannsnafn sitt, sem segja má á opinberi sitthvað listamannin sem valdi það. Megas heitir réttu nafni Magnús, það nafn dregið af latneska lýsingarorðinu sem þýðir mikill, forngríska orðið yfir mikill Megas. Listamannsnafn sem byggir á þýðingu latnesks nafns yfir á forngrísku gefur strax til kynna ákveðin hámenningarlegan menntablæ, en Megas tempraði þannig háleita anda með framkomu, söng og textum sem voru í beinni uppreist við borgaraleg kurteisiskildi. Engu síður valdi hann sér ýmist þemu sem voru menntamönnum og borgurum allir jafna vel að skapi. Á sinni fyrstu plötu, Megas, frá árinu 1972, orti hann Jónas Hallgrímsson, Jón Sigurðsson og Jón Arason, en Jónas var fullur með sífilis, Jón Sigurðsson brúkaði giltan kopp og hausinn var sargaður af Jóni Arasyni. Í laginu Ófelía reifaði Megas stuttlega plott Hamlets eftir Shakespeare og lét ljóðmælanda lofa Ófelíu að gefa henni ólísboss úr plasti í brúðargjöf. Ólísboss forngríska orðið yfir dildó. Megas gerði þannig bæði lágmenningar og hámenningar tilkall í senn. Hann sýndi fyrst fram á fullkomið vald sitt á háleitum hámenningarlegum málefnum en reifaði svo niður jafn óðum á háðulegan hátt.
Þannig má segja að Megas hafi móðgað ýmsa en hitt beint í mark hjá öðrum. Sérstaklega ungum menntamönnum sem voru farnir að halda upp í merkjum þess sem áður var talið ótæk lágmenning. Þessi menntamenn hömpuðu því með orðfæri og greiningatækjum fræðana og ræktuðu kaldhæmislega afstöðu til heilara kúa kynslóðar foreldra sinna. Þannig var Megas ákveðin kultfígúra í gegnum það sem kalla má fyrsta tímabilið í hans tónlist, einar 6 plötur sem kom út milli 1972 og 1979. Þessar plötur seldust aldrei í bílförmum, en sköpuðu þó Megas í nafn hjá menningarsinnuðu fólki. Og strax árið 1975 var farið að kalla hann meistara Megas, nafngift sem loður við hann allt til dagsins í dag. Eftir tónleikaplötuna Drög að sjálfsmorði frá 1979 kom langt hlé á útgáfuferli Megasar, sem þurrkaði sig upp, fór að vinna lagarstörf og skráði sig í myndlistanám. Árið 1986 sneri hann aftur með plötuna Í góðri trú, sem var vel tekið. En árið eftir urðu straumhvörf í lífi listamannsins. Í svona fólkviðtalinu lýsir hann þeim sem svo, tilvitnun hefst. Ég lenti í einhverjum kvennamálum sem öll voru agalega pathetic og erfið og eftir einhverjar brigðir og einhver svik var ég orðin alveg fedd upp af kvenfólkinu. Það hafði ekkert sýnt nema að það væri óviðráðanlegt. Það var engin leið að skilja þetta. Það var ekkert hægt að gera við það. Í öðru viðtali frá 2001 talaði Megas að hann hefði verið orðin leiður á þessum nöðrum hérna heima á Íslandi og sagði að kvendýr væru fyrirbæri sem ég réð bara ekkert við. Svipað leyti atvikaðist það að Megas komst í vinahóp nokkurra samkynhneigðra Íslendinga sem voru í fararbroddi í þeirri tískubylgju sem þá var að rísa á Íslandi að ferðast til Tælands. Eins og Megas rakti árið 2005. Þá sá maður hvernig tælenskir drengir litu út og þá sá ég að þarna væri nú kannski eitthvað objekt sem ég myndi geta hrifist af virkilega. Og ég hugsaði með mér hvort þarna væri nú ekki bara upplagt að replasera kvenfólkið með litlum sætum strákum og þá meina ég það í aldurslegri merkingu. Og losna þannig við öll völd kvenfólksins yfir mér að geta sinnt þessum sexuálgeira bara með mínu eigin kyni. Heiðra þitt eigið kyn stendur einhvers staðar. Megas heimsótti ásamt félögum sínum homma- og vændispari í Bangkok og lýsti hann fyrir reynslu síðar í laginu Drengirnir í Bangkok á Höfuðlausnum. Þó var hann nú ekki skotinn en einum strák fyrir en svona þegar á leið, það eftir ferð til borgarinnar Pattaya. Tilvitnun hefst. Þá sá ég einn sem var alveg gjörsamlega ómótstæðilegur. Ég sá hann bæði dansa í drag og svo líka hálfdragaðan, svona málaðan en í karlmannafötum, stuttbuxum og hvítri skyrtu og svona heiftarlega sætan. Ég bara náði honum í mitt herbergi og hafði hann svona restina af ferðinni. Í útkliftu erindi í laginu Fílahirðin frá Súrín segir sem svo að alsætasta daman í öllu plássunni í Pattaya, hún var piltur þegar svo allt kom á daginn og hjarta mitt litla ég á það byltist og best í brjóstin á mér er ég hugsað til hans löngum. Pilturinn sá var alveg svona 16 ára gamall, tilvitnun, og yfirnáttúrulega fallegur, en kynferðislega afnot af honum. Ég fann strax að þau voru afskaplega treg af minni hálfu, en ég hélt að myndi nú lagast. Megas kallaði drenginn Mu, en hann útskýrði í viðtalinu frá 2005 að hann hét Mu því þeir trúa á illa anda í Tælandi og til þess að forða barninu frá því að vera gripinn af illum öndum, þá ertu bara að kalla einhverju ljótu nafni og Mu þýðir svín, svona gríslingur. Megas hins vegar mundi ekki einu sinni hvað hann hét fullu nafni, það er of erfitt til að bera það fram. Þegar heim til Íslands var komið, skilaði upplifunin af Tælandi sér beint til listsköpun Megasar á plötunni Loftmynd. Þar sem hreinskilnustu og fallegustu textarnir voru beint til stráka, nánar tekið Mu, sérstaklega eftir að hann var í fjarlægð. Fílahirðirinn er búinn til vorið, sumarið eftir að ég kemur fyrstu ferðinni til Tælands og þá var hann mér í fersku minni. Þó voru fleiri lög á Loftmynd sem höfðu hinsegin þemu, en það tók Megas fram að eftir Tælandsferðina hafa honum líka fundist litlir sætir íslenski strákar vera mjög sætir. Og tók sem dæmi Marius nokkuð, líklega Marius Sverrisson sem síðar rak dragklúbbinn Moulin Rouge í Reykjavík. Hann var 14 ára þegar platan kom út, en hann fjallaði lagið Á horninu. Platan innihélt líka kaldhæðnislegan óð Megasar til fyrirnefnds Kidda Sódó, lagið Magister Lyngdal, og hádramatískt lag sveitadreng sem kemur til Reykjavíkur, kemst í tæri við drottningar borgarinnar og fær pláuna, það er AIDS, það er lagið Björtlós borgarljós. En Tæland var þó enn stærsti innblástur Megasar og sneri hann þangað fljótlega aftur og tilvitnun hefst. Þá hitti ég Mu og bauð honum heim með mér og var komin hérna göturnar í Reykjavík með lítinn tædreng og afskaplega sætan. Ástandi var nú sennilega skárra þá heldur en núna varandi aldurdæmi, því það var enginn sem réðst að mig og sagði, hvað er hann gamall þessi drengur? Megas sjálfur lýsti þessum nýju hneigðum sínum sem ungdómsást, hrifningu af einhverju svona tabula rasa, óskrifuðum blöðum og hrukkulusum andlitum.
Hún beindist aðalega að strákum með þessum tíma, en Megas tók hitt með ef það var nógu ungt til þess að vera ekki orðið gjörsamlega óþolandi. Hann klikti þó út með að þetta eru nú sögur sem ég má ekki segja í dag. Þó virðist Megas ekki hafa tvínóna við að segja þessar sögur þá. Ef textarnir var ekki nóg, þá máttu á baklið plötunar loftmynd finna mynd af tælenskri fjölskyldu ásamt einum munki í appelsínugulum kubli til þess að staðsetja myndina kyrfilega á heimskortinu. Til vinstri á myndinni situr Megas og heldur utan ungan tælenskan dreng. Erfitt að ímynda sér annað en að ætlunin hafi verið að hlustendur tengdu þá ljósmynd við texta fílahirðisins frá Súrín. Á sinni næstu plötu, Höfuðlausnum, frá því snemma árs 1988, gekk þessi myndræna Tælandstenging enn lengra, en yfir umslagið endilangt eru prentaðir tælenski stafir og platan inniheldur bæði lögin Drengirnir í Bangkok, sem orientalískasta lag íslenskrar popsögu, fjallar kynlífstúrisma með vændistelpum og drengjum og hefst á batsröddu þylja á tælensku, sem á Thai Blues með erindið, og það við þá hugsun gælandi að segja skilið við konur og kröm og setja kúrsun á pilt eða telp út í Tælandi. Á Bláum draumum, sem kom út undir lok sama árs, var Tælandstengingin ekki jafn augljós, en þó eru lögin 2 stjörnur og Vastrennbrautin Mú. Litla sæta stráka er svo einnig að finna á plötunni og er það augljóslega afurð af endurfæðingu Megasar eftir Tælandstöluna og ber mikinn keim af orðræðu hans sem konur og drengi sem áður hefur verið vísað til. Þó að þar megi vissulega greina íranískan og ýktan tón. En þetta leyti var sambandið við Mú tekið að bresta, eins og Megas lýsti í viðtali frá árinu 2001. Hann var voða gæðalegur piltur til að byrja með, en svo bara eyðilegði ég hann. Ég var nú að reyna að eyða ekki ómiklum peningum og hann beitti þeirri taktík líka fyrst að láta svona offisíelt ekki fyrir ómiklar kröfur. En hann hafði kynst útlendingum og þá fer allt þeirra gildismat úr skorðum. Fjárkröfurnar hjá svona dragdrottningum allavega verða smátt og smátt óboðslegar. Það var ómikið menningasjokk sem gekk á til að hann geti nýtt fyrir þessa peninga. Þeir fóru bara í gambling og whisky þegar ég var ekki á staðnum. Þannig virðist Mú hafa horfið fljótt aftur til Tælands. Megas fór 4 ferðir í heildina þangað, en, og tilvitnun hefst, þarna var farið að hnigna í mínum drengi ástum því ég var farin að finna að það kviknaði aldrei á aðalperunni í sambandi við unga pilta og smátt áttaði ég mig á því að ég hefði fallið á prófinu. Það var ekki neitt í mér sem var hægt að nýta sem spíróð ekta geydómi og ég var mislukkaður. Nú árið 1991 þá fjall Megas aftur og miklu minna varðum hinsegin tjáningu í verkum hans. Hins vegar fór að bera á öðru þema í listsköpun Megasar, það er girnd gagnvart barnungum stúlkum og er það aðræmda slagið Kvöld í Atlavík, tilvitnunin hefst, þú ert þrifaleg þröng og 13, tilvitnun líkur, sem kom út á plötunni 3 blóðdrópar frá 1992. Í bæklingi þeirra plötu voru prentaðar pixlaðar, fáklæddar eða nektarmyndir af barnungum stúlkum á bak við texta Megasar, eins og til að undirstrika þessi þemu. Stúlkur sem Megas kallaði litlar sætar nymfettur í viðtali frá 1994 og vísar þar í orðfæri Humberts Humberts í Lólítu Nabokovs. Þetta hefur heldur ekki vakið neina athygli sem talist getur í íslensku samfélagi, en þetta er reyndar útúrdúr. Það er engum blöðum það að fletta að Tælandsblöðurnar voru það langrótækasta sem Megas hefði sent frá sér og reyndar einhver mest ögrandi dægurtónlist sem ég man eftir. En hver voru viðbrögðin á Íslandi við þessari ögrun gagnvart normum samfélagsins, bæði varðandi hinseginleika og aldursmun í kynlífssambandi? Á hinum opinbera vettvangi voru viðbrögðin svo gott sem engin. Plötudómar loftmynd voru allir lofandi textasmíðar Megasar en ræddu ekkert efni þeirra sömu texta. Einn kallaði fílahirðin laglegt lag með ljúfum texta sem á sér sína sögu, okkur óviðkomandi. Höfuðlausnir var aðeins sagt að 2 textar á plötunni fjallum fjarlægar slóðir annars konar menningu í Austurlöndum fjær. Og í öðru þeirra, Drengjunum í Bangkok, væri brugðið upp leifturmyndum af því sem við ferðamannunum blasir þegar hann lætur berast með straumnum í mannlífshafinu í hinu austurlensku stórborg. Aðeins meiri viðbrögð voktu Bláir draumar og sérstaklega lagið Litli sæti strákar. Einn plötudómari sagði að þarna væri að finna sérkennilega blöndu einkennilegra gamansemi og pervisma sem tæpast mun falla öllum í geð. Tíminn birti texta lagsins í heild sinni og sagði að Megas syngdi þarna kostið þess að gamna sér við litla sæta stráka, en hafði ekki meira það að segja. Þessar kurteislegu viðtökur í fullu samhengi við sölu Tælandsþríleiksins. Loftmynd og Bláir draumar seldust mjög vel, höfuðlausnir verr, en það má allt eins skýra með því að hún hefur komið út í byrjun árs en ekki fyrir jól eins og vaninn var í plötuútgáfu. Íslendingar virðast þannig sem neytendur alls ekki hafa tekið illa í þessi umfjöllunarefni. En hins vegar var undiralda í gangi á bak við tjöldin ef marka má Bubba Morthens allavega. Í viðtali frá 2001 sagði hann:
Það fór einhver djöfulsins bylgja í gang eftir litla sæta stráka, móðursýkisbylgja. Það var einhver massíf andúð og hún var ekki bara Jón og Gunna, sko, húsmæður, heldur áhrifafólk í listgerðunum og þjóðfélaginu, í útvarpinu og sjónvarpinu. Magnús vissi auðvitað að hann var að tipla á tánum á glóð og hafði gaman af, en ég held að hann hafi ekki órað fyrir þessari heift, þessari grimmd. Það var lokað á hann öllum mögulegum dyrum sem fyrirfundist í þjóðfélaginu. Þetta var svona þegjandi aftaka. Það var enginn sem þorði að ganga fram fyrir skjöldu og segja hvað hann fyndist, í blöðum eða útvarpi eða sjónvarpi. Það var enginn sem lagði í það. Allir voru einhvers staðar í skúmaskótum að tala hann. Og svo þessi þögn sem var alveg hræðileg. Það hefur verið skrifað þegar listamenn lendi í þögninni, því að það lokast bara hægt og rólega allar dyr og kimar og svo engin leið út. Viðbrögðin voru rosaleg, segir hann. Og þetta merkileg karakterisering. Viðbrögðin fóru sem sagt fram algjörlega fyrir utan hið opinbera svið og fyrir utan svið markaðarins. Þau fólust annars vegar í pískri og orðrómum og hins vegar í þögn eða þöggun. Ögrunin var þannig bæld niður með því að viðurkenna ekki opinberlega að eftir henni væri tekið. Megas bar sig engu síður illa og varði sig reglulega í viðtölum, oft með orðum þess efnis að óhreinum væri náttúrulega allt óhreint. Enn fyrir mér sagði hann: Textasmiður bregður sér í allra kvikindalíki og það má ekki rugla saman höfundi og persónum hans. Ég moralisera ekki, heldur við einhverja sögu eða stemmingu sem þegar til. Og ef úr því verður eitthvað frambærilegt sem gengur upp í sjálfstæðri heild, ekki unnt að afgreiða það, sem sóðaskap eða klám. Þá sagðist hann nota orðin litlir sætir strákar því það gæluyrði hjá gömlum homum. Litlir sætir strákar geta þess vegna verið 30. Það verður enga aldursþýðingu, heldur táknar bara nettleika og að viðkomandi sé yngri en sá sem að tala. Þetta þó í beinni mótsögn við orð hans í viðtalinu í svona fólk, þar sem hann tók sérstaklega fram að notkun hans á þessu orðalagi væri í aldurslegri merkingu og lýsti síðan aðdáun sinni á 16 ára gömlu Mú og 14 ára gömlu Maríusi. Þótt hann útskýri þar að litlir sætir strákar hafi átt uppruna sinni í tilsvari við kvenhatursræðum bróður síns, þegar Megas hefði spurt hann í kerskni hvort hann þyrfti ekki bara að fá sér lítinn sætan strák í staðinn. Þá engum blöðum það að fletta að Megas sjálfur bjóði yfir mjög svipuðu kvenhatri á þessum árum og hafði einmitt ákveðið að replassera kvenfólki með litlum sætum strákum í aldurslegri merkingu. Lagið lýsir þannig skoðunum höfundar en í ýktri og írónískri mynd. Loks sagði Megas annars staðar að hann hefði verið flautaður út af fyrir fílahirðin. En, og tilvitnun hefst, lagið bara drengi í Austurlöndum. Það augljóslega karlkynsvera sem sungið fallega til og það þótti einfaldlega ekki góð latína. Á bakhliðinni var líka mynd af fjölskyldu á Tælandi með mér. Þetta var fín mynd en ég hélt utan með Tælendingin. Það hafði búið að vara mig við því að ég flæmdur út úr öllum stofum Reykjavíkurborgar. Þannig Megas að því að það hafi verið homofóbía og útlendingaandúð sem hafi valdið neikvæðu viðbrögðunum. Hann gerir minna úr aldrei mús. Það dugur ekki að slá þessa málsvörn út á borðinu þótt ekki gangi allt upp í henni. Það til dæmis ekki rétt að Megas hafi verið flautaður út af fyrir fílahirðin. Þvert á móti seldust Tælandsplöturnar mjög vel, eins og áður kom fram, og lög af þeim rötuð á vinsældarlista. Plötudómar voru jákvæðir og lítið var minnst á hinsegin þemu nefnum með miklum undanbrögðum. Þannig var Megasi alls ekki beinlínis hafnað í íslensku samfélagi, eins og hefði kannski mátt búast við ef homofóbía, útlendingaandúð og fyrirlitning og pedofílíu hefði ráðið för í viðbrögðum fólks. En þó þarf ekki að draga í efa að efni Tælandsplatana hafi haft neikvæð áhrif og álit fólks sem Megasi á bak við tjöldin, með orðrómum hann og sjálfsritskoðun eða þöggun verk hans sem skaðlegt fyrir listamann sem lifir á því að hans sé talað og á hans sé hlustað. Í kjölfar Tælandsþríleiksins náði Megas vissulega aldrei sömu sölu og loftmynd og bláður draumar, sem kann vel að skýrast af því að hann hafi loksins gengið fram af fólki með litlum sætum strákum. Þannig virðist Megas hafa siglt milli skers og báru með Tælandsþríleiknum. Hann hefur móðgað og fælt frá, en jafnframt hefur hann tregt að og talað til. Viðbrögð Íslendinga við þríleiknum voru ekki einhlít heldur þversagnakennd. Hvernig stendur á því? Hérna vil ég leggja fram nokkrar kenningar. Í fyrsta lagi má leiða líkur á því að á þessum tíma hafi mikill aldursmunur í kynferðislegum samböndum og ungur aldur kynferðislegra viðfanga ekki verið tekin jafn alvarlega og í dag. Í bók sinni Stund klámsins hefur Kristín Svava Tómasdóttir sagnfræðingur rannsakað íslenska dóma í málum vörðuðu klám á þessum árum og sýnt hvernig barnaklámsefni var ekki tekið út fyrir ramma eða refsað sérstaklega fyrir þær sakir að innihalda börn. En þeim mun harðar var eins og tekið á klámefni sem taldist afbrigðilegt, innihélt nauðganir, hvers kyns samkynja kynlíf eða BDSM. Það var árið 1988 sem almenn umræða kynferðislega misnotkun gegn börnum hófst á Íslandi. Fyrir alvöru í kjölfar þess að norsk heimildamynd Svívirtu börnin var sýnd í október þess árs á Stöð 2 og kann það hafa haft sín áhrif á viðtökur lítilla sætra stráka sem kom út af plötu rúmum mánuði síðar í desember 1988.
Þannig kunnu umfjöllunarefni Tælandsstríðleiksins að hafa verið minna áhyggjuefni í íslensku samfélagi á útgáfutíma loftmyndar og höfuðlausna en á útgáfutíma Blárra drauma, þótt að mjög skammur tími hafi liðið á milli. En þótt aldur Mú hafi ekki verið jafn tabú þá og hann í dag, var þó ekki að vænta homofóbiskra og xenofóbiskra viðbragða frá Íslandi ársins 1987. Skortinn á slíku má kannski skýra með því hversu orientalíska mynd Megas dregur upp af Mú og Tælandi öllu í Tælandsstríðleiknum. Í öllum lýsingum á Mú í fílahirðinum er lögð áhersla á brúnt hörund, dökkt hár og augu og hvernig engin mun gastu fundið á erri og elli. Aðdráttarafli Mús er lýst sem grimmu og í útklipptu erindi segir ljóðmælandi að hann sé eins og umkomulítill fangi sem í fjötralagður er og færður nær pínubekknum og glóandi töngum. Þannig er ástin á Mú hættuleg, grimm og pyntingum líkust en jafnframt ómótstæðileg og frelsandi í annarleika sínum. Viðlíka myndir finnast svo á Tælandi öllu á þríleiknum. Í laginu Thai Blues er fjallað þarlend aldin sæt og safarík, stelpurnar sem bíða eftir þér brosandi svo brúnar og á ýmsu tagi. Í Drengjunum í Bangkok gengur orientalíska lýsingin hvað lengst. Tæland er annarlegur þefur, óræðið tákn, ókennilega hljómandi tungur. Þar eru börnin svo brún á kroppinn sem glenn upp kolsvarta skjána. Þetta er veröld úr silki þar sem vistin er ljúffeng, nakin börn skríða í notalegri eðjunni og nuttstöfum er sælan framleiddur kvöl. Í bók sinni Orientalism talar palestínski fræðimaðurinn Edward Said þessa þversvagnarkenndu mynd Vesturlandabúa á Austurlöndum. Gróteskheit, sérstaklega af kynferðislegum toga, eiga sér sérstaka þýðingu í Austurlöndum, segir hann, sem, og ég vitna, getur ekki verið endursköpuð. Það má aðeins njóta hennar á staðnum og hún getur aðeins verið flutt tilbaka í afar ófullkominni mynd. Það er horft á Austurlönd, en það sprettur hinn næstum, en aldrei alveg, siðlausa hegðun sem þar tíðkast, úr brunni næstum ótæmandi sérstöðu þeirra. Hinn næmi Evrópumaður á skoðanaferðum Austurlönd er áhorfandi en aldrei þáttakandi. Alltaf aftengdur, alltaf reiðubúinn fyrir ný tilfelli fáránlegra nautna. Austurlönd verða að lifandi svipmynd hinseginleikans. Margt í þessum orðum Said rímar við Tælandsplötur Megasar. Hið aftengda sjónarhorn ljóðmælandans í Drengjunum í Bangkok og Thai Blues sem horfir á allt sem fyrir aug hans ber og nýtur þess þeim meira sem það brýtur í bága við siðferði og venjur hins gráa Íslands. Hvernig Austurlönd og Austurlandabúin Mú renna saman í eitt. Hvernig Austurlönd birta sem hinsegin í sjálfu sér. Í þessu ljósi ber líka að skilja hvernig Megas talar að hafa eyðilagt Mú með því að kynna hann fyrir sínu vestræna auðmagni og sínu vestrænu heimkynnum. Án stýrandi handar Megasar fjall hann í gambling og viski. Hann var viðkvæmt blóm sem aðeins gat lifað í austurlenskri jörð. Bæði fílahirðirinn og 2 stjörnur ávarpa Mú úr fjarlægð. Ljóðmælandi er á Íslandi og saknar ekki aðeins viðfangsins heldur líka þess umhverfis sem viðfangið spratt úr og er óaðskiljanlegt frá. Mú, Tæland og austrið og hinseginleiki renna saman í eina hættulega en ómótstæðilega mynd. Þannig má velta fyrir sér hvort einn þáttur í viðbrögðum Íslendinga við Tælandsplötu Megasar hafi verið að orientalismin hafa haft mildandi áhrif. Hinseginleikin er framangerður, hann er fjarri Íslandi, hann tilheyrir hinum en ekki okkur. Megas veitir þannig hlustendum sínum innsýn inn í eitthvað forboðið og spennandi sem jafnframt er fjarlægt og samkvæmt skilgreiningu hlustendunum sjálfum líkt eða óviðkomandi. Ögrunin er tempruð með framandleika sínum. Tælandsplöturnar eru þannig eins og gæjugat inn í hið forboðna sem leyfir fólki að sjá en ekki sörgast af því sem þar fer fram. Eins og Said tekur mörg dæmi hefur alltaf verið hægt að lýsa hennu ósegjanlega í samhengi við hið framandi austur, þótt ekki megi tæpa á því í samhengi við hið siðmyndaða vestur. Samband Megasar við Mú var þannig ekki svo mjög samband við dreng, heldur við Austurlönd sem ímynd, þar sem minna máli skipti hve ungur hann var og að hann var í karlkyns, en meira máli að hann var undirskipaður Megasi, viðfang hans, rétt eins og Austurlönd eiga að vera undirskipað viðfang vestursins. Þessi 2 þættir, orientalismi annars vegar og annað viðhorf til aldursmunir í samböndum hins vegar, kunna þannig að skýra, allavega að hluta, viðbragðsleysi íslensks samfélags við ögrunum Megasar á loftmynd og höfuðlausnum. En árið 1988, rétt fyrir útgáfu Blárra drauma, tóku við með Íslendinga gagnvartinu síðarnefnda að harðna eins og ég rakti áðan. Álitið að Megasi minnkaði, plötur hans seldust minna, hann hóf aftur að drekka og dópa og tvíeldist raunar í því og virðist það hafa birst í síauknum ögrunar rembingi með stöðugt subbulegri textum. En það má segja að Megasi hafi gengið í gegnum endurnýjun lífdaga á 21. öldinni. Árið 2000 veitti Björn Bjarnason menntamálaráðherra Megasi verðlaun Jónasar Hallgrímssonar. Árið síðar var haldin vegleg sýning hann í Nýlistasafninu og gefin út hann bók. Árið 2002 keyrði Davíð Oddsson forsætisráðherra það í gegn að hann fengi heiðurslaun listamanna frá Alþingi sem hann notið síðan.
Plötur hans voru endurútgefnar hverju eftir annari á fyrsta áratug 21. aldar. Árið 2005, þegar Megas var 60, voru haldnir miklir og fjölsóttir afmælistónleikar honum til heiðurs. Aðrir tónlistarmenn fóru að keppast við að gefa út útgáfur af lögum hans. Nýjar plötur eftir Megas í samstarfið með Senuþjófunum tóku að seljast betur, nokkuð sem hann hefði gefið út síðan talastríðningurinn sjálfur var og hét. Og Megas var greinilega komin á nýjan stað, endurheimtur og settur á menningarlegan stall með gæðastimpili frá sjálfum Sjálfstæðisflokknum. Í þessu ferli var sú þögla og hálfvolga mótstaða sem talastríðningurinn vakti á sínum tíma nær algjörlega grafin. Menningarlífið hafði snúist Megasi til varnar. Í bókinu Megas sem gefin var út í tengslum við nýlistasafnssýninguna 2001 má þannig finna pistil eftir Þórunni Jörlu Valdemarsdóttur rithöfund og sagnfræðing, þar sem hún fjallar meðal annars Tælandsárin. Þórunn kallar þau seint til komið á stutt hámatímabili Megasar, þar sem Megas gekk daglega með máluðum tælenskum snáða upp og niður Laugaveginn, bara til að reyna að reita af henni einangruðu kristnu alígæs fordómana. Þannig dró Þórunn úr mikilvægi Tælandsplatana í ferli Megasar og gaf jafnframt í skyn að sambandi við Mú hefði haft þann tilgang einan að ögra smáborgurinn, en lýsti ekki hans raunverulegu hneigðum. Hafandi dregið úr mikilvægi drengi ásta Megasar tók hún samt til varna fyrir þær, og ég vitna. Textagælur Megasar við pedofílíu voru það bannaðast af öllu. Það frusu svo margir eftir litlisæta stráka að útleið Megasar hófst aftur í heimi smáborgarana. Hann var komin á nýtt sprengjusvæði. Megas sýndi mér löngu seinna listræna neðanjarðar ljósmyndabók af frekar siðprúðum en afar fallegum en of ungum stúlkum, sem voru svo heilar á svipinn að þeir gátu ekki hafa verið neyddar eða meiddar til myndatöku. Úff, það var erfitt. Jæja. Kynleg aðdáun á börnum er alþjóðleg tilfinning þótt sjaldgæf sé og annað að finna til hennar en að meiða og gera eitthvað ólöglegt, hugsaði ég Lewis Carroll og þeim öllum til afböðunar. Tilvitnun lýkur. Óneitanlega velti maður fyrir sér hvort hinn listræna neðanjarðar ljósmyndabók sé uppspretta myndana sem prýða bækling plötunar 3 blóðdropa sem áður var minnst á. Umfjöllun Megasar pedofílíu er þannig að mati Þórunnar til marks heiðarleika listamannsins og neikvæð viðbrögð fólks við því eru dæmi ritskoðunartilburði. Megas, tilvitnun hefst, fórnaði sér fyrir sannleikann, lét ýta sig til hliðar af velsæmisvörðun menningarinnar. Þessi vörn vekur upp spurningar friðhelgi listamannsins gegn siðferðisviðmiðum samfélagsins. Mikilvægi verkefnis listamannsins að ganga fram af smáborgurunum virðist í frásögn Þórunnar í sjálfu sér réttlæta þá tjáningu eða þær gjörðir listamannsins sem framkalla hneykslunum. Þetta ber að setja í samhengi við þá stöðu Megasar sem lágmenningar fulltrúa hámenningarinnar, eins mikilvægi snertipunkts menningar elitunar við hið lága sem hún umber og nýtur gegnum spéspeil listamannsins. Í Frakklandi hefur nýlega átt sér stað mikil umræðu þetta efni í kjölfar útgáfu bókarinnar Samþykki eftir Vanessa Springóru. Í bókinni lýsir Springóra sambandi sínu við rithöfundinn Gabriele Matzneff sem hófst þegar hún var 13 ára gömul og sem Matzneff nýtti sér kynráðalaust sem efni í bækur sínar. Matzneff skrifaði fátt annað en sambönd sín við ólögráða börn, franskar grunnskólastelpur og filipseska vændistrengi, en naut engu að síður ótrúlegar virðingar innan franskrar menningarelítu. Þrátt fyrir að selja svo gott sem engar bækur var hann pistlahöfundur í stærstu dagblöðum Frakklands, fékk bókmenntaverðlaun, hlaut styrki frá ríkinu og var fastagestur í veisluhöldum hinna menntuðu og ríku á vinstri bakka Signu. Allt þetta hlaut hann ekki þrátt fyrir að list hans væri barnakind, heldur einmitt vegna þess að list hans væri barnakind. Í Frakklandi eimur mjög eftir af hugmyndafræði 68 kynslóðurinnar í kynferðismálum, þar sem það var bannað að banna og náði það á sínum tíma einnig yfir kynferðislegan áhuga á börnum, staðreynd sem hafði miklu leyti gleymst þar til mál Matzneffs færðan aftur upp á yfirborðið. Vanvirðing Matzneffs fyrir siðferðislegum normum virkaði spennandi og frelsandi fyrir menningarelitu 68 kynslóðarinnar, sem setti svo tóninn fyrir yngri menningarvita síðar. Matzneff táknaði frelsið. Þegar hann skrifaði það sem hann gerði við 12 ára gamla filipseska drengi, þá sáum hann ekki lýsingu á glæp, þeim mun ósæginlegri hluti sem hann skrifaði, þeim mun frjálsari var heimurinn. Í áhugaverðum pistli frá janúar 2020 lýsir franski menningarblaðamaðurinn Antoine Perrault því hvernig hann hefði sjálfviljugur blindað sig í 40 ár hvað varðar Gabriele Matzneff. Hann hefði varið hann, lesið hann, tekið viðtöl við hann, farið út að borða með honum, hælt honum fyrir stíl og efnistök, en út af einhverju undarlegri innri ritskoðunar kvöt, ekki lesið þau verk hans sem hvað augljósast fjölluðu kynferðislega glæpi hans. Hann hefði fyrst áttað sig, þar sé að Perrault, þegar hann heyrði af því að æsku vinkona sín, sem notabene er önnur konar en Springóra, hefði skrifað bók það ofbeldi sem Matzneff beitti hann á barnsaldri. Bók sem frönsk forlög höfðu hafnað hvert á fætur öðru.
Blaðamaðurinn komst í handritið og var þá eins og blindunni breiðu loksins á honum. Hann leitaði aftur í bækur Matsnefs og sá skyndilega það sem hann hafði ekki séð eða leyft sér að sjá áður. Hann hefði tekið afstöðu með brennisteinunum í nafni listarinnar og varið hinn frjálsa ref í hinn frjálsa hænsnakofa. Vernda réttindi hinn sterka undir því yfirskini að tryggja tjáningafrelsi rithöfundar. Hann hefði varið frelsi Matsnefs í þeirri trú að hann væri að verja frelsið sjálft. Sjálfsásakanir Perraults ná fremur stutt. Það til dæmis dæmigert að hann hafi fyrst snúist gegn Matsneff þegar hann fann sjálfur einhvern persónulegan snertipunkt við þolendur hans. Þannig þurfti það nauðsynlega að vera einhver eins og Vanessa Springora, sem frönsk kona með rakhnífsbeittan ritstíl, sem felldi spilaborg Matsneffs. Því lesendur Springoru gátu samsamið sig henni. En filipsísku vændistrengirnir, spyr maður sig. Ef þú talar ekki frönsku, ef þú ert ekki frakki, hefur þú þó þennan aðgang, þetta menningartilkall sem þarf til þess að fella skrimslið? Nú, þá komum við að spurningunni. Hvað ber að gera? Enn hægt að hlusta á talnastríðleikinn? Á að hægt að hlusta á Megas almennt? Eða listamaðurinn friðhelgur, aðskiljanlegur frá umfjöllunarefni sínu, frjáls eins og refur í hænsnakofa? Ég vil stinga hér upp á að leiðin í gegnum hina siðferðislegu klemmu sem Megas setur okkur í með talnastríðleiknum felist í því að lesa gegn túlkun Megasar. Á okkar MeToo tímum ber okkur að endurtúlka talnastríðleikinn og reyna að finna í honum sjónarhöfn og rödd þess sem þaggaður hefur verið niður. Rödd tælenska drengsins sem Megas kallaði Mú, grísling, en nefnt ekki að muna hans raunverulega nafn. Þessa dreng sem hann hafði sín takmörkuðu kynferðislegu afnót af, en svo mikil listræn afnót. Hvað ef við tökum Mú og reynum að aðskilja hann frá orientalismannum sem umkringir sviðsetningu Megasar á honum? Hvað ef við reynum að sjá Megas og Ísland 9. áratugarins í gegnum hans augu? Þetta krefjandi verkefni og siðferðislega erfitt því það sem við sjáum ekki fallegt. Við sjáum samfélag sem leit niður á hann og sá hann aðeins sem framandi viðfang, framleggingu af listamannunum sem hann samdi sín bestu verk. Við sjáum listamann sem tjáði eitthvað sem hann kallaði ást á Mú í verkum sínum, en beindist í raun að einhverju allt öðru líka. Fyrir Megasi var Mú ofur öllu ekki íslenskur, ekki kona og ekki norm, tákn en ekki raunveruleiki. En sem slíkur varð Mú engu að síður músa fyrir 2 af þrungnustu ástarlögum íslenskrar tónlistarsögu. Mú staldraði stutt við á Íslandi en skildi eftir sig ótrúlega djúp spor. Ef við gleymum og felum talnastríðleikinn, ef við látum eins og við aldrei heyrt hann, látum eins og kom okkur ekki við, þá eins og við þökkum endanlega niður í Mú og fríum okkur sjálf ábyrgð. Það þægilegi kosturinn. Óþægilegi kosturinn og svo rétti að horfast í augu við Mú og við okkur sjálf og reyna að líta ekki undan. Takk fyrir mig. Kærar þakkir Þorsteinn. Við erum örugglega með mjög margar spurningar. Þetta var fyrirlestur sem að vakti margar spurningar og held ég hafi tæft á dálítið mörgum mikilvægum, erfiðum, flóknum, þversagnarkenndum svona málefnum sem við þurfum að glíma við næstu árin og áratugina held ég. Og eitt af því sem ég langar bara að nefna í upphafi áður við förum lengra að það er sterk tenging á milli þess að þú ert að tala varðandi Mú og áhrif hans og eða ekki bara hans heldur bara þessa ímynd unga asíska drengsins sem er sterk tenging við fyrirlesturinn í síðustu viku þar sem við erum að fjalla upplifun homma, asískra homma eða homma af asískum uppruna á Íslandi og ég held að það sé þarna sterk staðalmynd sem að þyrfti að skoða og rýna þess í og breyta. En ég ætla ekki að tala um það. Ég er með tilbúna spurningu sem að ég er spáðið kannski bara að láta vaða meðan þið hugsið máli og þið komið síðan bara inn á eftir. Ég er að velta fyrir mér af því að ég held að þú sért að fjalla í þessum fyrirlestri með áhugavert tímabila sem að einmitt afstaða fólks til aldursmunar í kynlífi er að breytast mjög mikið. Mér langar þess að biðja þig að fjalla eða segja eitthvað um þetta í samhengi við baráttu samtakanna 78 og samkynhneigðir á Íslandi af því að meðal fyrstu lagabreytinguna sem þurfti að berjast fyrir og var barist fyrir var að hækka sjálfræðisaldurinn. Þannig að, lækka hann fyrir ekki, þannig að hann væri jafn fyrir samkynja og gagnkynja pör.
sem tengdist því að fólk var náttúrulega að reyna að brjótast út úr þessum stimpli sem hefði fylgt samkynja ástum, sérstaklega kalla það að það væru ungi drengir og eldri menn sem ættu í þessum samböndum. Geturðu kannski sagt aðeins eitthvað þennan ólgupott sem þarna í gangi og í tengslum við þessa lagabaráttu kannski? Já, ég hef ekki kynnt mér lagabaráttuna á þessum tíma nákvæmlega eins og komið en þetta var vissulega þessi ímynd sem að samtöku 78 voru hvað helst að berjast gegn var einmitt þessi almenna neikvæða ímynd að homi samansett barnaníðingur sem var afskaplega rík ímynd á Íslandi bara alveg frá því að svona almenn umræða hófst samkynhneigð á Íslandi bara upp úr miðri öldinni, miðri 2000. öldinni. Þannig að það einhverju leyti þannig bara að það sem Megas að gera á þessum plötum er allt sem samtöku 78 barðust gegn. Þau vildu alls ekki, þetta neinum kringumstæðum tengjast þessum boðskapin einn hátt. Þau voru alltaf verið að halda fram ímynd jafningjasambandsins. Og sú barátta hefur náttúrulega virkað, hún hefur gengið opaslega vel og þess vegna erum við komin að þennan stað að, eins og segja þarna, að okkur finnst að það sé ekki hægt að kalla Kidda Sódó homma. Algjörlega á þess að taka neina afstöðu til þess hvort að orðrómögnunum hins svokallaða Kidda Sódó sé eitthvað annað heldur en einhverjir mjög forpakkaðir orðrómar forpakkaðir samfélags. En sem sagt þannig að það eins og að Megas þemað í mínu doktorsverkefni innlimun samkynhneigðra fyrirmyndarborgara inn í þjóðina. Megas einmitt ekki fyrirmyndarborgarinn. Það sem birtist hérna er andstæðan. Þetta er djöfullinn sjálfur sem hann er að mála á vegginn fyrir afskaplega mörgum sem voru svona í að berjast fyrir réttindum. Og það er náttúrulega bara partur af verkefni Megasar að ögra. En síðan líka hugsanlega hefur eitthvað að gera einfaldlega með það að þetta sé partur af hans lífsafstöðu og það hvernig einmitt hann rekur sína persónulegu hinsegin sögu þarna og þá er alltaf þessi aldursmunur í öllum þegar hann talar fólk sem að hlaðast einhverjum sem ekki sama kynni, það er alltaf öll dæmi sem hann tekur inn í alltaf gríðarlegan aldursmun. Þetta held ég bara, hann hefur litað á þetta kannski sem norm, sem ákveðna ímynd sem var hægt að ganga inn í á meðan einmitt að einhverju svona meira nútímalega þenkjandi fólk eins og í fararbroddi samtökanna vildu ekkert af þessu vita. Takk fyrir. Ég ætla að taka spurningar, ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur. Ég ætla ekki að rétta ykkur mikrofónin heldur en að koma með hann til ykkar út af sóttvörnum, þannig að gjörðu svo vel, orðið er laust. Koma svo. Já, á ég þá bara búið til aðra eða? Ok, við skulum sjá. Það er svo margt. Já. Geirs og Hjálmars. Þetta er náttúrulega þriðja bókin í röð bóka sem að voru gefnar út í tengslu við sýningar í Nýlissafninu. Svo fyrsta snerist Dag Sigurðarson og önnur Rósku og svo þriðja Megas. Og þarna var náttúrulega verið að taka svona sýnishorn inn í íslenska menningarsögu og þá sýnishorn einmitt svona listamenn sem höfðu ögrað samtísinni með ólíku móti og en sannarlega er þarna, ég tek alveg undir það er skautað yfir og þakkað nema kannski einmitt í þessari grein Þórunnar og það kemur einmitt auðvitað að þessu að þrátt fyrir þú veist að þessir ritstjórar og sýningarstjórar gerir sér fulla grein fyrir mikilvægi Megasar í einhverju samfélagslegu andófi að þá er þetta óþægilegt og ekki sagt og auðvitað sem sagt það er að skoða þetta náttúrulega allt í sögulegu ljósi og líka þetta framlag sem að þessi sýning er og þeirra umfjöllun listamannin sem að
fer fram bæði með þessari sýningu og svo aftur þessari bók. En bara kæra þakkir fyrir mjög áhugaverðan fyrirlestur. Takk fyrir það. Takk fyrir. Irma, viltu bæta við? Eða já, bregðast við þessu eitthvað, Þorsteinn? Já, náttúrulega, býst það bara að ég skilur henni verið mjög vel til klemmuna sem að ritstjórar þeirra bókar hafa verið í. Sko, þetta eitthvað sem blasir við, ef þú ætlar að gefa þetta eitthvað fyrir Megasar, þá þarftu að tala þetta. En það hefur ekkert verið undirbyggt, það hefur ekkert verið talað það áður. Það hefur ekki verið neinn samfélagslega umræða sem að þú getur einhvern veginn vísað í, þetta ekki framhald af neinu. Hvernig rífur maður þessa þögn? Og í þeirri bók til dæmis er ákveðist tilraun til þess að rjúfa þessa þögn. En hún skilaði sér ekki neinu. Þetta var ekki pikkað upp af einum, þetta var þannig að þetta einhvern veginn sko, ég veit ekki hvort það muni bregðast núna, ég veit ekki hvort að þetta muni brjóta í gegnum hvern þann múr sem það sem hefur verið að þakka þetta allt saman niður sko. Ég líka algjörlega á þeirri skoðun sko, að Megas engum greiði gerður með því að neita að ræða hans eigin listaverk. Einmitt, ég ætli viðtökusaga þessa fyrirlesturs verði ekki svolítið áhugaverð líka, hvort að þessi fyrirlestur fæ einhver viðbröð eða ekki. Fleiri spurningar? Ég kannski bara endurtek spurninguna frekar en það var að koma til þín. Og bara kynni þig og ég endurtek síðan spurninguna. Já, ég Anna er mamma Þorsteins. Alltaf mamma á fyrirlestunum. Þetta svo íslenskt. Sko, bara ég búin að halda svo mikið upp á Megas og mér langaði bara einhvern veginn að mér finnst þetta ekki einhlít. Sko, lagið Litli setti strákar, textinn. Ég hef haldið rosalega upp á þennan texta og ég veit að það víxlað marga bara sem ég hef sagt að ég hef haldið á þennan texta og fólk hefur bara ekki skilið það. Ég var fyrir sifjaspelli af hendi föður míns og það einhver sannleikur í þessum texta sem að ég tengi við föður minn og þetta svo nístandi sársauki og nístandi sannleikur og mér finnst einhvern veginn að það að fjalla sifjaspell og sársaukan sem þolendur verða fyrir það má alveg líka fjalla þetta sem list. Mér finnst gaman að lesa fræðigreinar, bækur, bókin Samþykki sem var minnst á og alls konar en líka svona textar sem segja frá gerandanum á þennan hátt sem listaverk. Mér finnst þetta alveg rosalega sterkt og þetta ekki, ég lít ekki á þetta sem réttlætingu fyrir þessari hegðun eða misnotkun eða ofbeldi. Mér finnst þetta bara vera óbáslega nístandi sár sannleikur bara tilfinningalíf pedofíla sem að einhvern veginn, já, það nær alveg rosalega inn í hjartað á mér af því mér þótti vænt föður minn þó að hann hafi brugðist mér á viðbjóðslegan máta sko. Þannig að já, ég vil ekki hafna þessum texta eða þessum textum Megasar þó að við lítum, mér datt ekki í hug þá að Megas væri að túlka eitthvað sem hann hefði gert sjálfur. Ég hafði ekki hugmynd það. Það kannski að koma í ljós núna, en samt finnst mér ekki ástæða til að hafna þessum textum. Mér finnst bara við lítum bara öðruvísi á það. Og ég meina, persónan Megas, ég bara ekki byrjuð að endurskoða mitt viðhorf til hans sem mannesku. Hann bara einhver maður sem ég þekki ekki neitt, sko. Þannig að, já, þetta bara einhvern veginn það sem mig langaði að koma að. Mér finnst einhvern veginn ekki ástæða til að hafna þessum textum bara þó við endurskoðum skilningin á þeim eða eitthvað svoleiðis. Ég alveg sammála þessu. Mér finnst að það hafi, eftir viðtalið í stundinni hafi myndast ákveðin stemming, sko, en fyrir bara þeirri auðveldu lausn hafna bara Megasi, loka þessari bók. Og þetta finnst mér vera bara einfeldningslegt viðhorf. Mér finnst að það gangi alls ekkert að hafna Megasi bara að loka þessari bók og þess að þá eru við frí okkur sjálf á ábyrgð og þá erum við að neita því að við höfum okkur sinni tengst þessum textum sem við höfum örugglega gert og líka tengslmanns við tónlist er tilfinningalega en ekki rökleg og hún er sannlega ekki byggð á einhver svona sjálfsæfisögulegum rannsóknum
Sko, mörguleiti þá bara það sem ég að segja, skiptir engu máli hvað var túlkun fólks á tónlistinni. Það því bara svo gott sem óviðkomandi. Augljóslega mun það alltaf lita afstöðum hans, vegna þess að hugurinn, sko, rationalitetið spilar hérna inn, en tilfinningarnar gera það líka. Og það alveg rétt að það hefur oft verið kallað eftir í MeToo-umræðinni, perspektífi gerandans sem að vantar. Og það vissulega eitthvað sem við fáum í tónlist Megasar. Sko, mér finnst ég teka bara fram að mér finnst þessar plötur vera alveg magnaðar og ég lengst af öllum frá þeirri skoðun að þú eigir bara að henda þeim á haugana, sko. Þetta eru ótrúlega erfiðar plötur og ég var með þessu fyrirlestri held ég að gera þær enn erfiðari, en það bara allt í lagi. Það bara þeir mega alveg verið erfiðar og þeir mega alveg gera mjög þungar tilfinningarlegar kröfur til okkar sem hlustenda. Takk fyrir, hér spurning. Já, þakka þér fyrir góðan fyrirlestur. Ég heiti Stefán og ég ætla að misnota með mikrofónu, ég með 2 spurningar. Svo fyrri varðandi rödd Megasar sem skáld, sem svo má segja. Undir fyrirlesturum var mér hugsað til lagsins Krókódílamadurinn, sem að í grundvallaratriðum segir frá tilraun til nauðgunar og svo endar á því ímyndið ykkur bara ef ekki hefði komið laufi. Það að segja eiginlega tekur afstöðu með stelpunni sem var í hættu og býður hlustandan að ímynda sér sjónarhorn hennar. Og þú vitnaði líka í lag á held að séu 3 blóðdropum þarna 13 ára stelpuna og við það endar við mann rétt líka á því að hlustendur beðnir að taka sjónarhorn hennar. Og í ljósi þessara 2 laga í ljósi lagana frá sjónarhóli gerandans og þessara 2 laga frá sjónarhóli þolanda eru nógu mörg sjónarhorn og nógu margar raddir í verkum Megasar til þess að þetta með að hann sé bara að bregða sér í gervi sé trúverðugt, eða eru þessi 2 lög sem ég nefndi bara einhvers konar undantekningar? Og hinn spurningin mér langar eiginlega að spyrja opinberlega grundvallarspurningarinnar, getum við lifað með því að, það er mikilvægt að hafa listræna tjáningu á margvíslegum sjónarhornum líka siðferðilega röngum sjónarhornum eins og sjónarhóli geranda. En getum við lifað með því að einhvers konar mikilverð tjáning sem við viljum hafa í listaverkum á slæmum sjónarhólum eins og sjónarhólum geranda, að þau komi ekki frá listamanni sem hefur hugsað sig inn í þetta sjónarhól, heldur frá raunverulegum geranda. Sérstaklega spurning 2 nú á flókinu, en sko, varandi spurningu 1 þú talaður Krókódílamanninn og lagið Í Atlavík. Það er ekki rétt að sjónarhornið sé þolandans í þeim lögum. Það þvert á móti gerandans og síðan erum við viðsnúning út úr lokin, sko. Þannig að persónulega, sko, mér að blasa við þessi lög eru bæði afskaplega djúpt hæðin, sko, þegar heilræðin kom undir lokin þá tek ég því sem hæðinni, bara út af því að Megasar afskaplega hæðin listamaður, sko, hvert hann sé þá fara. Ég ekki viss hans afstaða, sko, sé eitthvað einhlít, hann ekki með einhver einfalda siðferðislega afstöðu í þessu. Ég held að einhverju leyti sé þetta bara svona karnivalísk, einhvern veginn, hérna eitthvað sem þið viljið ekki heyra, þið viljið ekki tala og nú ætla ég bara að setja þið í einn suppulegan búning og dempa þið yfir ykkur, hvað ætlið núna að gera? Og mér finnst svona ögrannir vera verðugt listrænt verkefni og einmitt eins og að færa fram sjónarhorn gerandans verðugt listrænt verkefni. Það sem en til þess að sko, þetta listræna verkefni gangi upp, þá verða viðbröðin að vera önnur en þögnin. Sérstætt, ég held að sé alveg rétt sem Bubbi sko, lýsir vitnaði áðan að þetta hafi mætt þessari sko, þögn sem var beitt sem taktík. Og þessi taktík einhverju leyti til þess svona bara varnarviðbröð gegn því að þurfa að velta fyrir sér, til dæmis þeirri spurningu svo veltur upp hann í númer 2, sko, seinni spurningin. Einmitt sko sjónarhorn gerandans og hvernig maður óhjákvæmilega samsamar sig því þegar maður hlustar á lagið sem inniheldur það sjónarhorn, hvort maður sörgi sjálfan sig með því að heyra lagið, sko. Þannig að þetta allt saman
Þetta eru flóknar spurningar sem að við verðum að spyrja og við verðum að díla við með einhverju annan hátt heldur en bara að þegja þunnu hljóði og horfa eitthvað annað. Já, mér langaði bara að bæta við þessa, já, ég heiti Kristín Svava, mér langaði bara að bæta við þessa umræðu einmitt sjónarhornin, að þú veist, ef við erum að tala um eins og loftmynd, þá er náttúrulega líka áhugavert einmitt, við erum með, hvað er það aftur, er það ekki Fílahirðirinn sem er þar, en þú ert líka með einmitt lagið Kidda Sódó, þú ert með lagið Hvassaleiti, Stóninn, Dinglandi með prjóninn, þú veist, það er líka, það er síðan í öðrum lögum sjónarhorn barnsins einhvern veginn og það er eins og þetta ótrúlega truflandi lag Kidda Sódó sem er sett fram í svo mikil hlýju og það verið að lýsa svo hræðilegum hlutum, sko. Þannig að þetta er einhvern veginn meiri segja einmitt innan sömu plötu, þá er ljóðmælandi að tala líka sem einhvern veginn barnið og tala af því að það er náttúrulega einhver svona söguleg, svona Reykjavíkur söguleg plata sem er að lýsa einhverjum svona horfnum veruleika. Það sem síðan einmitt líka verið að lýsa reynslu þess að hafi verið í einhvern veginn einmitt hlutverki barnsins þó að það sé gert á dálítið svona sérstakan hátt. Mér langar bara að bæta þessu við einhvern veginn. Alveg, þetta er rosalega marg. Já, ég vil alls ekki reyna að halda því fram til með þessi plötur séu sko með eitthvað einfeldningslegt sjónarhorn. En sérstaklega loftmynd er óbúslega mörg sjónarhorn og margvísleg. Ég held að þetta sé þó nokkuð þrengra á plötunni Höfuðlausnum. Það er svona eins og sjónarhorn sko í Drengjunum í Bangkok og Thai Blue sem er svipað, myndi ég segja. En jú, algjörlega, það er ekkert einhlítt í því, sko. Þetta eru mjög flókin listaverk og enn aftur eru rök gegn því að þarna fleygja þessu bara á haugana án þess að líta bara svo á sem Megas hafi skrifað sig út af sakramentinu. Við höfum rúm fyrir eina örstutta spurningu í viðbót ef eitthvað brennur á ykkur. Annars er tíminn alveg að renna frá okkur. Ég heiti Kristín Gunnlaugsdóttir og kemur heim með myndlistar. Ég vildi bara þakka þér fyrir að ræða þetta. Þetta er búið að hvíla á mér persónulega eins og Mara varðandi textaverk og tónlist Megasar í mörg ár af því að maður greindi þetta en vissi ekki hvernig maður átti að fjalla þetta. Maður sá og skildi þetta var svo flókið, þetta er svo margt og þetta hefur séð svo djúpa rætur líka bara í evrópsku menningarlífi að þetta er loksins bara komin tími til að leggja þetta á borðið og veltaði fyrir okkur hvernig við eigum að bregðast við. Því maður er með margar tilfinningar í gangi. Maður er bara með virðingu fyrir listamanninum og sársauka yfir hvernig maður á að höndla þetta. Og það er við munum ekkert komast að einhverju svar það en það er absolutt, það verður að tala um þetta. Aftur og aftur og aftur og hann verður að þola það, verkans munu þola það því þetta eru bara við. Þetta býr í þjóðfélagi okkar. En það er þessi hæðni sem við þekkjum svo mikið sem vörn og er svo rík í íslensku listalífi og bara íslenskum kúltúr. Það er hæðnin og hún getur verið svo merkileg og skapandi og svona en hún líka svolítið hættuleg af því að hún felur vissa hluti en já, ég held að þessi óttablandin virðing alltaf sem við berum gagnvart hæðni sem er mjög sterk í verkum Megasar og verndar hann sjálfan og líka verkans. Ég hef ekkert með að segja. Takk fyrir. Ég held að þetta sé alveg rétt sko með hænuna og á einhver hluti held ég að listamenn sem ögra svona mikið, þeir þurfa nauðsynlega að hafa hænuna til þess að vernda sig sko. Það er bara mjög skynilegt og þá í allri túlkun verður maður að gera ráð fyrir hænunni. Það er kannski líka eitt að ég skrýtna við þetta svona fólkviðtal sem ég hef notað hér í þessum fyrirlestri sko. En þess að ég fæ eiginlega ekki séð að það sé hæðni í því. Hver svo sem ástæðan er, það er mjög ólíkt Megasi. Þannig að ég þori eiginlega ekki beint að segja þetta viðtal sé hæðnislaust. En það er einhvern veginn, það virkar undarlega svona hreint og beint á mig allavega sem greinanda. Kannski er það einhvers konar upphafspunktur á því að reyna að skilja. Og ég er alls ekki einhvern veginn að advokera hreina og beina ævisögulega túlkun á öllu sem Megas gerir. Það væri náttúrulega alveg hundleiðinleg afstæða til listar. En enga síður þá held ég að við getum ekki látið eins og þetta sé ekki þarna. Þetta sé ekki faktor í okkar túlkunum.
Fullkomin lokaorð. Ég þakka Þorsteini kærlega fyrir fyrirlesturinn og ykkur fyrir komuna og áhorfið og vek leið athygli á því að næsti hádegisfyrirlestur verður eftir viku, 24. febrúar. Þá mun Daniela Alatinoglu flytja erindi baráttuna fyrir réttindum intersex fólks á Íslandi. Erindi Danielu á ensku og nefnist Mobilizing for Intersex Rights in Iceland. Nánar upplýsingar dagskrá RIK má finna á heimasíðu stofnunarinnar, rik.hi.is og upptaka af þessum fyrirlestri verður gerð aðgengileg á YouTube rás hugvísindasviðs og einnig á heimasíðu RIK þar sem nálgast má eldri upptökur af viðburðunum. Kærar þakkir fyrir komuna, takk fyrir fyrirlesturinn Þorsteinn.